Já, komið sæl, svona með hvernig sumarið hefur spilast víða land og þá fengum við hér vestanlands svona sjaldgæfan blíðviðrisdag í dag. Sóliskein glatt í heiði hér vestan til á landinu og þá sérstaklega á suðvesturhorninu eins og þessi gervitunglamynd ber með sér. Og hvað var það svona hámarks- og lágmarkshita dagsins að þá náði hitinn að fara í tæp 19 stig á Suðurlandi en það var nú svona nokkuð svalt síðastliðna nótt á Norðurlandi þó að ekki hafa nú fryst á láglendi en þá fór hiti undir 2 stig. En við erum nú svona í stóru myndinni með þessa lægð hér suður af landi og komu skilin inn á austurströndina í þeirra leið á daginn og við sáum það á gervitunglamyndinni, það var þykni yfir austanverðu landinu og hefur svona ringt dálítið á köflum þar þegar liðið hefur á daginn. Og lægðin nú svona aðeins að hringsóla hér suður af landinu en leita svona smá saman síðan til norðausturs þegar líður á morgundaginn og þetta úrkomukerfi sem hefur verið hér, það leita síðan hægt og bítandi til vesturs yfir landið. Og það hefur nú svona í för með sér að það er eildilýra loft sem að koma inn hjá okkur. Það er ekkert það kaldur loftmassin yfir landinu og hiti hafa nú verið ansi lágur síðastliðna nótt. En við sjáum það á þessari hreyfimynd hvernig þróunum verður með skýjafar og úrkomu og þá sjáum við að sérstaklega þegar komið fram á morgundaginn, það bætir í úrkomunu austanlands í kvöld en þegar líður á morgundaginn og þá fer nú svona að draga meira fyrir á vestanverðu landinu þegar úrkomubakkin leita til vesturs þó ekki sé endilega víst að það muni rigna alls staðar vestanlands. Það getur ringt svona á stöku stað. Í fyrramáli verður staðan á þessa leið. Það verður dágóð rigning í þessu á Suðausturlandi og jafnvel sums staðar og annars staðar á austanverðu landinu en mest þó á Suðausturlandi á þessari stundu en áfram verður bjart að mestu leyti vestanverðu landið. Það er svona strandinar sem og strandina sem að skera sig aðeins úr, þar verður sennilega nokkuð lágskýjað á þessum tímapunkti og við sjáum að það er ákveðin norðaustlæg átt á undan þessum úrkomubakka sem eins og áður sagði leitar síðan hægt og bítandi til vesturs og síðdegis á morgun að þá verður orðið svona meira og minna skýjað einnig á vestur helmingi landsins. Er helst að sjá svona eins og sunnanverðu Snæfellsnesi og sunnanverðu Vestfjörðum að þar geti verið áfram sést eitthvað til sólar og síðan heldur þetta úrkomusvæði dálítið áfram lengra til vesturs og það verður svona staðnæmist dálítið yfir Norðurlandi þá á fimmtudaginn. Átti norður svona að megnunum til norðlæg, bjart veður svona víða á sunnanverðu landinu þá á fimmtudaginn en það er hætt við að geti gert skúrir sérstaklega í þessu lægðadræði sem að liggur hér yfir sunnanverðu landinu og einnig mun halda fram að regna norðanlands og getur ringt dável á köflum. En smám saman mun nú svona þessi norðanátt byrja að ganga niður og þessi úrkomum bakki eða skil trosnar smám saman þegar líður þá á fimmtudaginn og fram á föstudaginn og þegar komið er fram yfir hádegi á föstudaginn og þá verður nú orðið létt skýjað að mestu leyti bæði sunnan og vestan til á landinu, áfram skýjað á Norðurlandi og Austurlandi, sérstaklega norðan til þá Austurlandi og getur ringt eilítið þar áfram en væntanlega minnkar svo úrkoma og náttúrulega dregur vindi þá þegar líður á föstudaginn. Á laugardaginn svo er svona nokkuð meinlaust veður í kortunum, það er svona massi bendi til þess að það sé helst á hér vestanlands sem að muni sjást eitthvað til sólar, að öðru leyti verður skýjað að mestu leyti og gert ráð fyrir að geti nú myndast einhverju skúri þá hér í fjallandinu sunnan til en átakalítið veður svona 3-8 metrar á sekúndu og hitatölunum svona í kringum 10 stigin svona heilt yfir. Þannig að það er, hvað varðar veðri hjá okkur á morgun, ágætis veður hér vestanlands fyrirpart dags á morgun, síðan dregur fyrir og þessi úrkoma mun halda áfram fyrir austan og það getur ringt dálítið í kvöld og allan eitthvað fram eftir morgundeginum þar slóður. Segjum þetta gott í bili, verið sæl.